Já, komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins hér á Stöð 2. Hann sestur hérna hjá mér Jón Sigurðsson, forstjóri FL Group. Vertu velkomin. Takk fyrir. Jón, þið tapir 47,8 milljörðum króna á fyrsta ársfjórðungi. Það þýðir að þið hafið tapað 111 milljörðum króna á fyrstu 6 mánuðum. Þetta þýðir 600 milljónir á dag á þessum 6 mánuðum. Þetta lítur ekki vel út. Nei, það alveg ljóst að þetta ekki ásættulegur árangur. Það ljóst að rekstur félagsins lítast náttúrulega mjög að því umhverfi sem að verið hefur eins og við komum inn á í ársveikjurinn á sínu tíma og í raun og veru hefur haldið áfram á fyrsta ársfjórðungi þessa árs. Það er náttúrulega gríðarlega mikla niðursveiflu sem átti sér stað á fyrsta ársfjórðungi sem héldu áfram því miður og það endurspeglast í eignasafni félagsins. Ber þar hæst lækkun á kjölfestu hluta okkar í Glitni ásamt lækkun á erlendum eignarhlutum sem við seldum á ársfjórðungnum eins og í Commerzbank, Active Capital og Finnair. Þið hafið einmitt verið að selja þessar eignir frá ykkur í stórum stíl, Commerzbank, Finnair, Active Capital. Ætlið þið halda áfram að selja eignir? Ég hef sagt það að frá því að ég tók við í desember að þá fóru á stað með það að minnka markaðsáttu félagsins og endurskipuleggja eignasafnið. Við höfum unnið eftir því plani og ég gerir ráð fyrir að það verði áfram einhver endurskipulagning í eignasafninu og það einfaldað og áherslan lögð fyrst og fremst á þessar 3 kjarnaeignir okkar í Glitni, TM og Landik. Já, hvaða eignir eru þið? Það var Eikar haldið ekki sem þið ætlið að selja? Já, meðal annars höfum við sagt það að fasteignafélagið Eik, það eitthvað sem við höfum verið að skoða sölu á. Aðrar óskráðar eignir og svo er raun og veru stöðutaka í ýmsum félögum sem við höfum verið að vinna í að minnka enn frekar. Já, menn furða sig í raun bara á því að þið séu ennþá á lífi. Hversu lengi getur þetta haldið svona áfram án þess að FL detti bara upp fyrir? Það er náttúrulega ljóst að við höfum gripið til aðstæðna til þess að þetta haldi einmitt ekki áfram. Markaðsáhætta félagsins var mjög mikil í síðasta haust og við höfum unnið mjög markvisst í því að minnka hana til þess einmitt að þetta haldi ekki áfram og við séum í stakk búnir til þess að styðja við þessar 3 kjarnaeignir. Þannig að með við stöðu félagsins í dag þá er hún þrátt fyrir allt saman sterk með 115 milljarða í eigið fé og 30% eiginfjárhlutfall. Þannig að þrátt fyrir þessa miklu ágjöf að þá samt sem áður stendur félagið traustum fótum en ég vonast í þess að það aðgerðir sem við erum nú þegar búin að grípa til komi í veg fyrir það að þetta haldi áfram. Já. Framundan ætlið þið bara að halda utan þær eignir einmitt sem þið eigið þá þessar 3 TM, Landik og Glitni eða eru þið eitthvað að fjárfesta? Getið þið fjárfest eitthvað? Við höfum sagt að við erum ekki að fjárfesta í dag, við erum að einbeita okkur að núverandi eignasafni og vilji okkar til þess að klára í raun og veru þá endurskipulagningu þess að við séum áður en við erum að fara í ný verkefni. Hins vegar tel ég að það muni myndast tækifæri til þess að skoða ný tækifæri en þá helst í tengslu við þær eignir sem við erum með í dag og þá á fjármálasviðinu eða fasteignasviðinu og þá hugsanlega í tengslu við einhverjar breytingar í þeim félögum sem við eigum og svo framvegis. Já, umsvifin hafa svo sannarlega minnkað hjá okkur. Hversu mörgum hafið þið sagt upp og hversu mörgu eru þið í dag? Já, því miður þá höfum við þurft að fækka starfsfólki í ljósi þeirrar ágjafar sem við höfum orðið fyrir. Við vorum orðin yfir 40 en erum 25 starfsmenn í dag á Íslandi og í London. Stendur til að fækka starfsfólki frekar? Ég hef ekki von á því. Það er búið að fara í gegnum það og laga til reksturinn og nú munum við vinna því að styrkja og efla félagið enn frekar og vonandi getum við fara að byggja upp aftur fyrir en setna. Já, margir hafa veltið fyrir sig hvort að svona félagið mitt þurfi eitthvað mikið meira heldur en bara forstjóra, gjaldkera og góðan lögfræðing. Já, það eru sjónarmið sem einhverjir hafa en ég held að ef að menn líta á innviðina og það sem menn að vinna að og þeirri uppbyggingu og að þeim félögum sem verið að vinna að þá þarf nú aðeins meira til heldur en bara þessa 3. Já, þetta er mikil einföldun á málinu. Já, ég held að sé óhætt að segja það og umsvifin bera það nú með sér að það þarf nú eitthvað starfsfólk til að sinna öllum þessum fjárfestingum. Já. Gengibréf FL Group hefur fallið hratt á undanförnu og þið ætlið að taka þetta félag af markaði. Hvað þýðir afskráningin? Er félagið búið að vera og vill sleikja sárin fjarri opinberu eftirliti eins og börsen orðaða eða er þetta upphafið að endurreisn félagsins? Já, þetta er allavega ákveðin kaflaskil í sögu félagsins því að félagið er búið að vera mjög lengi og forverið þessi í raun og veru búin að vera mjög lengi skráð í Kauphöll Íslands þannig að vissulega um kaflaskil að ræða
Ég tel þetta vera mjög mikilvægt skref í því að geta raunar haldið áfram þeirri endurskipulagningu sem átt sér stað. Það mjög erfitt að vinna í þessari stefnubreytingu á markaði. Það eru margar erfiðar ákvarðanir sem það er að taka og undir stöðu kastljósi markaðarins að þá getur reynst erfitt að taka þessar ákvarðanir, þannig að það er oft á tíðum betra að horfa til þess að vera í smá skjóli meðan þú ert að vinna úr þessum hlutum. Og jafnframt alveg ljóst að eignarhald félagsins hefur þrengst á þessu tímabili, þar að segja að hlutum hefur verið að fækka og verðmyndun hefur orðið verri. Þannig að það í okkar huga gríðarlega mikilvægt að það skapist festa félagið og þessi trúveruleiki í kringum stærsta hluthafann í Glitni og TM og Landik. Já, það er óhætt að segja að séu margir hundóanaðir með þessa ákvörðun ykkar að taka félagið af markaði núna þegar þeir eru lækkað svona óbáslega mikið og lítill hluthafi sem markaðurinn ræddi við morgun sagði stjórnendur FL háflugsmenn mistaka og hvað viltu þá segja við þá sem lögðu sparnað sinn í félagið og eins og þú bara getur rétt ímyndaðir sjálfur að menn séu fúlir? Já, ég skil það mjög vel að þetta eru mikil vonbrigði hvernig hlutabréfaverðið hefur þróast, en það verður þá lítið á það að þetta svo sem búið að vera þróun sem hefur verið almennt á markanum þrátt fyrir að hlutabréf FL vissulega hafi lækkað mjög mikið sem miður. Ég held að það sé nú ekki mikil ágreiningur það að það sé rétt ákvörðun að afskrá félagið. Við allavega hefum ekki orðið varir við það að þau sjónarmið hafi verið sérstaklega á lofti. Þetta var allavega maður sem við töluðum við á fundinum í morgun. En ég held að til að svara því sem slíkt að þá bjóðum við upp að þennan valmöguleika að menn geta selt hlutabréf sín í FL og fengið skráðbréf í Glitni sem að augljóslega mjög mikið tengsl þarna á milli og ég held að hagsmunir FL eru miklir í Glitni, þannig að ef að Glitni gengur vel þá mun FL ganga vel. Þannig að ég held að peningunum sé vel varið þar. Já. Eignarhluturinn í Glitni, hann mikið skuldsettur. Geta menn ráðið við afborganir af þessu? Já, við erum í raun og veru þokkalega vel fjármagnaðir, eins og ég kom inn á áðan, ég fer hlutfallið 30%. Við erum að vinna í því að styrkja það enn frekar með því að losa aðrar eignir og minnka raun og veru heildarskuldsetningu félagsins til þess einmitt að vera í stakk búnir til þess að halda þeim hlut og styðja við bankan, þannig að það í sjálfu sér í mjög góðum farvegi. Já. Snúm okkur aðeins öðru. Þú ert 30, þú ert náttúrulega kemur inn í þetta félag sem náttúrulega eitt umdeildasta félag á Íslandi og búið að ganga náttúrulega hvað verst í Kauphöllinni. Bara hvernig hefur þessi tími verið? Segðu okkur aðeins frá því. Já, vissulega hefur þetta verið fróðlegt og oft á tíðum erfitt en sama tíma mikil áskorun. Ég held að aðalmáli sé það að við erum bara búin að vera að vinna heilum hug. Ég með mínu starfsfólki og stjórninni sem að menn hafa allir lagt hönd á plóginn við að komast í gegnum þetta og ég held að það sé mjög mikilvægt að horfa til þess að bara það að komast í gegnum þessa sveiflu og klára hana sé nú ákveðið árangur út af fyrir sig því að eins og við höfum séð erlendis að það voru nú mörg stærstu og virtustu fjármálafyrirtækjum heims sem hafa farið undir í þessari einni mestu fjármálakreppu seinni tíma, þannig að bara það að komast í gegnum þetta að það áfangi út af fyrir sig sem maður ætlar að ná. Já, en hefur aldrei hugsað að stoppa við og hugsað þetta svo mikið þvílíkt stapp í nennið þessu ekki lengur? Það í raun og veru þýðir ekkert. Þá í raun og veru kemst maður ekkert áfram. Maður verður bara að reyna að vera með einbeita fókus á það að klára verkefnið. Maður veit hvert maður vill koma félaginu. Ég hef mjög miklu að trúa því. Fyrirtækið með 115 milljarða sem gerir það held ég eftir því sem ég best skoðað 7. félagið með mesta eigið fé á Íslandi, þannig að það nú ekki eins og að það sé með lítið eigið fé, þannig að tækifærið til staðar en það alveg ljóst að það hefur verið mikið verkefni og verður mikið verkefni að takast á við að koma því á skrið aftur. Já, ætli að vera ekki þannig að öll verkefni sem þú tekur og eftir þessu verkefni verði tiltölulega þægileg og auðveld? Ég hef ekki segið, ég vona það allavega. Já. Hvernig sérðu fyrir þér svona framtíðina? Þú hefur trú eðlilega á þínu fyrirtæki. Botninu náð? Hvenær siglum við út úr þessu? Ég held að maður er allavega vonast til þess að svona það versta sé yfirstaðið, almennt séð. Ég held að eins vegar að við eigum eftir að svona þurfa að berjast við einhver erfiðleika út þetta ár því að
Það tekur einhver tíma að koma skriða hlutina og lykilverkefni í því er aðkoma held í Seðlabankans og ríkisins að því að styðja við raun og veru fjármálakerfið í heild sinni. Já, er ríkisstjórnin að gera það? Er verið að gera nóg? Menn hafa náttúrulega talað að þeir hafi skilninga á þessu og þá að auka gjaldeyrisforðann og svo framvegis, það lítið gert og forsætisráðherra reyndast átt að segja því að hafa grætt mikið á því eða spara mikið á því hafi ekki gert neitt? Já, ég held að það kemur sá tími að menn verða að fara að gera eitthvað og ég held að menn séu svo sem að vinna hörðum höndum að því að gera eitthvað. Ég held að menn er samt ekki að bíða lengi í þeirri von að spara meira því að ég held að ef menn bíða lengi þá getur það snúist upp í angurðu sína. En ég held að aðalatriði sé það að menn séu samstiltir og vinni saman að því að sigla Íslandi út úr þessum ólgusjó sem að við virðumst vera lentir í, hvort sem það er réttmætt eða ekki. Já, Jón Sigurðsson, takk hérlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Segjum þetta gott af hádegisviðtalinu í bili, minna á kvöldfréttur okkar á slaginu 18:18 í kvöld og allar viðskiptafréttir inn á visir.is. Verið sæl.